herðu, það komið að því að ræða stríðið í Evrópu. Hingað komin Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri, á leið eitthvað út í heim. Þú kemur hérna við alltaf á Rauðaborðinu. Já, eða ekki skilda. Já, þú velkomin. Herðu, það hérna, við langar nú fyrst og næst að ræða Úkraínu núna. Og þar náttúrulega ýmislegt hérna að frétta. Það náttúrulega úkraínski herinn gerði innrás inn í Rússland. Heldur að það hefur náttúrulega áhrif á gang stríðsins, það ljóst. En hvaða áhrif? Hérna sko, þessi innrás var gerð, það var alls konar klapplið sem fyrir í gang að nú sé einhverju ægilegu viðsnúningur. Þú sér mér þess að hershöfðingi að koma í sjónvarpið og segja það hjá stórum stöðum að þetta gjörbreytir stríðinu. Ég held að það sé algjör vitleysa. Það fyrstulega sko, það eru landamærin við Rússland eru Úkraínu 2000 kilometrar og það mjög erfitt að vera allstaðar með lið til varnar, en það sem var aðalgallin við þetta því virðist vera það að það hefur verið að fara þarna inn í Rússland og veikja þá varnirnar í Austur-Úkraínu þar sem Rússar eru að sækja fram. Það er að segja að það er verið að veikja stöðuna þar sem Rússland er að sækja fram og taka mikilvægar borgir frá Úkraínu. Á sama tíma verður að fara inn í Rússland að taka svæði sem að Úkraínumenn segja þeir allir ekki einu sinni að halda. Og svæðið sem þeir tóku, síðast ég vissi, það var eitthvað 1200 ferkilometrar sem þeir tóku. Hvað er svæðið stort sem Rússar eru búin að taka Úkraínu? Það er 120.000 ferkilometrar. Það er hérna, það slagar upp í öll Eystrasaltsríkin á stærð, þetta er stærri en Ísland og hérna, og þeir eru að taka meira og Úkraínum eru bara að veikja varnirnar og nú er búið að stöðva þess að mér skilst að þeir komist ekki lengra í Kúrskeraði, komast ekki lengra. Þeir fóru inn í landi þarna, tóku þessu 1200 ferkilometra, það sem maður hefði getað skilið ef þeir hefði alltaf gera eitthvað sem skiptir máli fyrir það, ef þetta verið svona barganingtípa, eitthvað svona skiptimynd. Ef þeir hefðu náðu að taka Kúrskjarningaveri sem er 60 km inn í landi, þeir tókst ekki að taka það. En það væri það stór hættu. Og við veitum ekki hvort það er ætlaus, það? Nei, við veitum það ekki, maður hefði kannski skilið það, en maður skilur ekki, sko, þetta er svona PR-mál, þetta vekur athygli. Ok, nú er Úkraínum að snúa svolítið við, þeir eru að taka hluta Rússland, ætla að halda því og þeir eru að vinna stríð. En það er ekki vegna þess að þeir fara þarna inn, þeir ná einhverju svæði, það verður mjög erfitt að halda því á sama tíma og það er mikill skortur að hermennum í austurhlutanum. Þannig ég held að þetta hafi verið mistök, en auðvitað verðum við bara að bíða og sjá hvernig þetta fer. En maður tók alveg eftir því að það voru margir tilbúnir að fara og segja að nú væri algjör viðsnúningur og öllu þessu. En svæði líka er bara svo lítið og ég skil ekki alveg ef að Rússar eru að halda fram að taka meira Úkraínu, sem Úkraína þarf að beita sér að því að allavega hægja á sókn Rússa eða stöðvana, helst hann að landa tilbaka, væri miklu skynsalega heldur en þetta. En auðvitað kannski vekur þetta athygli í fjölmiðlum og kannski er þetta eitthvað til þess sem að kalla móral eða það er svona úkraínski herinn er búin að eigendur högg að sækja, þeim líður ekkert vel kannski og þetta kannski eigur sjálfstraustið eitthvað að geta farið inn í Rússland og þetta er dreifbýlisérað 2000 km löng landamæri og það er þetta, þú manst eftir því að fyrir á þessu ári þá fóru Rússar í áttina að Kharkiv, næstæstu borginni og þeir gætu bara gengið inn í landið og það voru eiginlega engar varnir og Zelenski á tímabili að þá aflýst hann öllum ferðum út af þessu, öllum ferðalögum af því að þeir bara fóru inn í landið og þetta verið langt og hann óttaðist örugglega það að þeir myndi taka Kharkiv. En þeir gerðu það ekki og Putin var búinn að segja það áður að hann væri að skapa sko svæði sem væri hlutlaust til þess að minnka líkurnar á árásum inn í Rússland og þeir tóku þetta svæði en svo stoppuðu þeir og það er eins núna að Úkraínumenn taka eitthvað ákveðið svæði, hætta svo en svo náttúrulega spurningi hvað er alltaf að gera, hvað gerist næst, það er það sem við verðum að spyrja Zelenski, hvað gerist næst og hann getur ekki svarað því vegna þess að ef hann ætlar að halda þessu svæði til þess að nota það sem er skiptimynd þá náttúrulega getur hann ekki sótt varið Austur-Úkraínu sem er mjög mikilvægt að gera núna. Þegar maður heyrir herforingi að tala um þetta stríð þá er oft talað um þetta sé í svona þeim fasa að það sé verið að láta andstæðinginn blæða út, bæði þá út af mannfalli en líka út af bara byrðum og getu til þess að verja sig á löngu svæði. Í því ljósi að þá hljómar það ekki snjallt hjá Úkraínumönnum að raunverulega lengja víglínuna með því að fara þarna inn í Rússland. Nei.
og það komið fram í samtölum okkar að megin vandi Úkraínum manna að þau hafa ekki mannafla til þess að standa í eða geta Rússa bæði í vopnum og í mannafla svo miklu meiri. Já. Það er alveg opinbert að Zelenský fer ekkert lengt með það. Það skortir mannafla, það skortir vopn. Og hann alltaf að biðja meiri vopn. Þetta tókst eftir því þegar þessi innrás var gerð í Kursk, þá kom fljótlega plan for victory, eða sigurplan sem hann sendi, eða presenteraði fyrir Washington og bandamönnum ætlaði að sína Biden það og Kamala Harris og Donald Trump, sína þeim allir með þetta plan for victory sem snerist það, fá meiri vopn og þá aðalega langdræga vopn til þess að skjóta inn í Rússland. Og þá kannski virkaði það vel sem PR-mál að já, Úkraínumennir fattir að taka stóran hluta Rússlandi. En stóran hluta Rússlandi. Þetta var bara 1% af því sem Rússar er búin að taka Úkraínu. Ég meina, í fréttum var þetta að tala um þetta verið 2 svæði, annars vegar það sem Rússar er búin að taka Úkraínu og það sem Úkraínumennir búin að taka Rússum. Og þetta var, síðast þannig sem ég sá var 1200 ferkilometrar og það er bara smáminn, það er 1% af því sem að Rússar er búin að taka Úkraínu. Þannig þetta er svona, þú veist náttúrulega hvernig stríð þetta er áróðustríð líka. Og það sem ég að velta fyrir mig, hvað ræður stríðinu? Er það áróðurinn eða er það eitthvað svona herfræði? Því að ef mann horfir á söguna að þá hafa Rússar bæði á tímum keisaranna og Sovjetsins leyft innrásaherum að fara bara inn og sækja langt vitandi að á endanum að þá er bara að þreyta þá með því að fara inn. Já, það er ein kenning. Og það er eiginlega það sem virðist vera að rússneski herinn hafi ákveðið með þessu, að svara þessu bara sára lítið. Ef þau færi eitthvað lengra inn í landi þá opnuðu kannski tækifæri til þess að einangra þessar herdeildir. Lokar inni. Þetta er dreifbýlissvæði, skiptir ekki miklu máli. Þeir voru fljótir að fjarlægja það fólk sem þarna var inni en þeir passuðu það að þeir kæmist ekki að þessu kjarnorkuveri. En ég held að það sé alveg rétt kenning það er alveg ósagt að þessar herdeildir séu uppteknar af því að hanga þannig á þessu svæði. Já. Það er þó ekki að verja svona hérna raunverulegu vílínu sem er austurhéruð Úkraínu. Já Rússar hafa sagt að ef að verður gerð innrás í Rússland sem að ógnar öryggi ríkisins að þá myndu þeir fara að beita kjarnorkuvopnum. En þetta er svo lítil innrás, hún skiptir svo litlu máli. Þetta er fámennt svæði, það er auðvelt til að fjarlægja fólki tíðanbundið. Eins og segir, þeir fara inn og mér skilst að þetta lið sem fór þarna inn hafi svona verið að betri endanum á úkraínska hernum. Og maður sá þegar vopnið þau voru að keyra inn, þetta voru mikið svona nýjum vopnum, þetta eru ný vopn sem þeir eru búin að frá Vesturlöndum. Þeir eru að fara inn með herdeildir sem að maður hefði haldið og margir hernaðarsérfræðingar hafa sagt að þeir hefðu átt að nota þetta í austurhlutanum. En allavega þeir eru að eyða orku þarna, þeir eru að lengja víglínuna og ef þú ert með fámennli herlið og þú skortur á vopnum, þá vilt ekki lengja víglínuna. Ekki nema að sjá eitthvað svona annan hæg af þessu. Eitt geti verið eitthvað svona PR eins og þú varst að nefna, verið upplífgandi fyrir herinn og myndi auka baráttu anda hans, en það getur alltaf haldið til lengri tíma. Nei. Annað er að það líti betur út á Vesturlöndum, en svo er það kannski þriðja, það sem við höfum oft rætt hérna að það er stjórn Úkraínu hefur mikinn hag af því að verið stigmögnun þarna, þannig að Vesturveldir og einhver Bandaríkin neyðist til beinni þátttöku heldur öðrum en núna. Og þá væri þá innrásin þannig að þau fara herir inn í Rússland í vonum að Rússar svari með einhverju sem að Vesturveldin líta á sem. Ég meina, Zelenský í svipari stöðu, þó að sé ólík dæmi eins og Netanyahu. Netanyahu vill fá beint stríð milli Bandaríkjanna og Íran. Íranar eru sennilega stutt í að þeir taka upp kjarnorkuvopn, og hann vill beint stríð. Alveg sama með Zelenský, ef að hann ætlar að lifa af pólitískt, þá þarf stríð við NATO og þá erum við að tala um stríð milli Rússlands og Bandaríkjanna og þá erum við að tala um stórveldastríð. Og þetta stríð eins og er núna dugar ekki, þótt að það hafi ekki verið kosið samkvæmt prógrammi núna síðla vetrar eins og átt að vera forsetakosninga þá, að þá ef að þetta heldur kannski áfram í svona 2 ár, að þá mun Zelenský ólíklega lifa það af.
En ef að stríðið vex eða stigmagnast, að þá geti komið svo aðstæða þess ekki hægt að skipta fórustu í Úkraínu, að sama og Netanyahu hugsar í Ísrael. Já, ef tökur Netanyahu fyrst þá ef að stríðinu, ef það eru vopnarhið og stríðinu líkur, þá Netanyahu í hættu. Mjög veikri stöðu. Og hann getur lent í fangilsi, sagt, segja sérfræðingar, sem ég fjallaði sem er lagalega atriði, sem ég er ekki að... Það eru mótmæli út á götum í Ísrael núna. Mjög mikið verkföll og mjög mikið lókið, efnahagslífið er allt í klessu og bara mikil óánægja og fólki sér ekki framtíð og það ég skilst að séu mjög margir Ísraelar sem er að reyna að komast úr landi og fá erlend vegabréf eða komast burtu frá þessu. En varðandi Úkraínu þá er þetta þannig að ég held að Zelenski, hann sko stríð milli Rússlands og Úkraínu er eitt, stríð milli Rússlands og Bandaríkjanna er allt annað. Þannig að eðli stríðsins breytist alveg algjörlega ef þú ert komið með beint stórveldastríð. En það náttúrulega getur orðið stigmagnast, getur orðið bara tortið með okkur öllum. En allavega það er allt annað stríð og þá er Zelenski komin fyrir hot. Og maður skilur hvað hann skulle hugsa þannig. En ég held að Washington veit líka, ég held Washington veit tvennt, Úkraína er að tapa stríðinu. Hún veit það líka að það eru kosningar 15. nóvember í Bandaríkjunum og fyrir Biden og Kamala Harris þá verður stríðið að fara fram yfir og þeir verða að halda áfram að láta Úkraína berjast fram yfir 15. nóvember. Við vitum ekki hvað gerist eftir það. En ef að Bandaríkjunum eru komin í beint stríð við Rússland, þá náttúrulega er allt staða komin upp og þá veitum við ekkert hvað gerist næst. En ég skil alveg og horfir þetta út frá Zelenski. Þá er það alveg sem fyrir Netanyahu. Þá viltu fá Bandaríkin beint borð. Þá breytist algjörlega eðli stríðsins. Og hann er þá komin fyrir hotn. Alveg eins og það verið stríði í Íran, milli Bandaríkjanna og Íran, þá er Netanyahu komin í ákveðið skjól. En Bandaríkjastjórn vill það ekki? Þeir vita þetta alveg. Og þeir viljið ekki? Nei, því þeir vita ekkert hvað kemur út úr því. Og það er ekkert, mér svo til dæmis, varaforseti efni Donald Trump, hann hefur sagt að hann sé alveg sama hvað verður Úkraínu. Og hann hefur sagt það bara í ræðu í öldungadeildinni. Hann sé alveg sama, þetta skiptir ekkert miklu máli og Úkraína skiptir ekkert úalega miklu máli strategist fyrir Bandaríkin. Bara til þess að veikja Rússland. Bandaríkin eru í stórveldasamkeppni og sterkari Bandaríki og veikari stórveldi sem þeir eru að keppa við, hvort sem það er Kína eða Rússland, er betra fyrir þá. Þeir eru í stórveldasamkeppni og það er það sem er að gerast og ég skil alveg Zelenski, en svo er hann búin að vera að gera breytingar á ríkisstjórninni, það er ákveðin örvæntingar reyna að fá, af því það skortur á hermönnum, reyna að fá Pólland og Litáen, önnur land að smala saman ungrairmönnum sem hafðu farið úr landinu sumir löngu fyrir stríð til að koma tilbaka, til að berjast. Maður sér líka bara myndir, ég get ekki tölfræðilegt úrtak, maður sér bara myndir af nýjum hermönnum sem er að fara inn í Rússland, eða fara í þetta stríð. Þetta er fólk á miðjum aldri, maður sé jafnvel fólk á 60, 70, 80 aldri að fara á Ívöllin. Hvað sérðu? Fólk á 80 aldri að fara á Já, ég hef séð það. Ég var bara helvista prófessor í Chicago sem var að segja að hann hefði séð myndir einmitt að fólk á sínum aldri, hann er 77 ára held ég. Þannig að auðvitað er það minni hluti, meðalaldur hermanna er 45 ár sem er mjög hátt. Hann er orðinn held í 45 ár. Það er mjög hátt, en það er verið að senda gamalmenni á Vígvöllin. Vegna þess að yngri kynslóðir eru uppurnar. Það er látað sig hverfa, það er reyna að flýja. Mér skilst að mikið af Úkrænumönnum sem eru kallmenn á herskildu aldri, þeir bara láta ekki sjá sig út á götu og þeir reyna að flýja. Það er bara alveg eðlilegt og ef þetta er líka eitthvað vandamál frá Rússum, en það er bara, þeir eru bara miklu fjölmennari, þannig að þörfin hjá þeim er miklu minni. Já, það er bæði, getur fólk séð fyrir sig hlutföllin á íbúafjölda þessara landa, en svo þegar þeir skoða aldurspíramídin, að þá eru svona venjulegum herskildu aldri, að þá er hlutfallslega miklu færri í Úkraínu. Landflóttinn frá 1990 hefur verið miklu meiri. Já, landflóttinn það er mun meiri landflótti frá Úkraínu 1991
til dagsins í dag heldur en frá Rússlandi. Það var líka fólksflóttir frá Rússlandi, það fólk fór líka eins og Eystrasaltsríkin, það fólk fór frá Rússlandi, en ekki næstu því eins hlutfallslega miklu minna. Fyrir utan það að Rússar eru 145 milljónir, hinir eru kannski 30 milljónir og þú ert að tala með þessa fólksflóttapíramída, þú hefur fjallað það. Þú sérð að sko börnin sem að hefðu fæðst í Úkraínu á 10. áratugnum að hluti þeirra fæddist bara allt annars þar því að foreldra kynslóðu þar var byrjuð að flýja, þannig að það er ekki bara þeir sem hafa fallið, heldur eru sko kynslóðunar, yngri kynslóðunar eru svo miklu fámennari heldur en var áður. Já, það er alveg ljóst að það hefur verið gerðar rannsóknir og með eiginlega öll fyrir Sovétlýðveldin að þessi fólki sem fór var yngsta fólki sem hafði bestu menntunina, sem hafði kjark, talaði tungumál. Það er það sem fór. Ég sé ekki að sjálfur, ég er að fara til Ríka. Ég meina, nemendur, ég er búin að kenna hér 20 ár, það er nálgast 20 ár. Ég hef orðið var við það mjög mikið að nemendur sem eru þar og þó að sé miklu betra ástand að þeir eru konum með prófskírteinið sín að þá eru þeir fattir að tala að fara í burtu og það er slæmt ástand þar, það er miklu verra í Úkraínu, fólk reynir að komast í burtu. Evrópusambandið ýkti þetta líka með því að leyfa fólki að fá túristavísa annars af með Schengen-áritun og þar með var ennþá meiri flótti af fólki frá Úkraínu og það fólk fór þá á túrista eða á ferðamannavísa inn í Schengen-svæðið án áritunar en skilaði sér ekki tilbaka og fyrir þá að vinna ólöglega á miklu lagri og hefur þá engin réttindi, það hefur ekki eftirlaun eða veikindafrí eða eitthvað slíkt því það fer inn ólöglega og heldur áfram ólöglega. En þessi straumur hélt áfram og þetta stafaði líka bara því það voru ekki tækifæri í Úkraínu. Við erum að sjá land sem er þannig frá 1991 til 2023 að hagkerfið það minnkar. Á sama tíma ef þú tekur Eystrasaltsríkin eða Pólland þá er hagkerfið kannski, þá er verg landsframleiðsla mann kannski að tvöfaldast eða þrefaldast á sama tímabili og Rússlandi meiri en tvöfaldast en hún eykst ekkert í Úkraínu og ég held að fólk svolítið gleymi því sko að þetta er mjög óeðlilegt ástand að það skuli vera þannig að það sé engin hagvöxtur í 30 ár og það þýðir það fyrir stríð þá var mikill fólksflótti og þetta fólk sem er á barneigna aldri eða þegar það er búið að koma börnunum sínum í skóla eða hvernig það er, búið að festa rætur og koma sér fyrir, það fer ekki tilbaka. Þannig að þess að segja Sameinuðu þjóðirnar að næsta aldamót spái þeir því og Sameinuðu þjóðirnar er ekki hlutlæg stofnun, þetta er ekki einhver skrifstofa í Moskvu, höfuðstöðvarnar eru í New York og þeir segja að þeir spái því að fólksfjöldi í Úkraínu næstu aldamót verði 15 milljónir. Þannig að það er það sem er spáð og þetta verður mikið eldra fólk. Og ættu í dag ef það ekki hefur orðið þessi fólksflutti þá ætti þetta að vera land með kannski 70-80 milljónir. Já, í dag. Ef að fólksflutti þróast kannski 40 frá 91 endar í 15. Frá 91 til ef það þróast eins og Svíþjóð sem er nú ekki þekkt fyrir mikla fólksflutun að þá ættu þarna að vera 70-75 milljónir í dag. En ég meina sko það er náttúrulega margt sem kemur til, það er engin algjörstöðnun, gríðarlega mikið spilling og nokkrir ólíkarar sem eignast allt þarna, fólki sér ekki framtíð, það fer í burtu og svo kemur þetta stríð ofan á það og svo segja bara Evrópubúar ok, við á ekkert að semja, Úkraínumenn er að berjast fyrir okkar frelsi og ég meina að fara í 15 milljónir næstu aldamót. Þetta er náttúrulega alveg hræðileg staða en þetta er það sem blasir við. En ættvarandi innrás Úkraínu inn í Rússland að ég heyrði það í einhverjum svona spjallþætti á Íslandi að þetta gæti verið snjallt vegna þess að þetta myndi grafa undan Pútín heima fyrir og þarna sæju Rússar það að stríðið væri komið heim og þar leiðandi myndi Rússar fá ógeð á þessu stríði og skiptum stjórnvöld. Já, mér finnst þetta óttalega barnalegt sko, ég meina, ok, menn geta, ef ykkur getur huggað sig við þetta er svo lítið, ég meina, þetta eru 1200 ferkilometrar og þetta er eiginlega ekki neitt og fólki er fjarlægt og svo er núna verið að það er hætta því þessum Úkraínum verði bara dekt. En hugmyndin er ekki svo að Pútín úr því að þú getur ekki varið landamærin okkar að þá ert þú gagnslaus þjóðarleiðtogi. Já,
sko, það sem að Zelenski vill gera núna, hann vill fá langdrægra eldflögur til að skjóta langt inn í Rússland, skjóta inn í Moskvu, skjóta inn í hérna samt í Pétursborg, skjóta inn í viðkvæmsvæði. Ef hann myndi gera það, segjum hann myndi fara að sprengja upp Kremlið eitthvað, þá geti myndast ringulreið í Rússlandi. Og Zelenski og ég alveg viss þessu sigurplani sem hann er búin að sýna Washington, eða að fara að sýna Washington, þá eru langdrægar eldflögur inn í því og þá er tilgangurinn að fara inn í Rússland og sem þessu utanríkisráðherra Rússlands hefur sagt það séu, ef að þú ert farin að tala árásir á landi sem að ógna öryggi Rússlands og tilvist, þá fara þeir að hugsa kjarnorkuvopn. Ástæðan fyrir því það er alltaf verið að segja að Rússland sé alltaf að tala kjarnorkuvopn, gerir svo aldrei neitt, en þetta eru bara viðbragð. Ef að það koma langdræguvopn, ef að þú ert farin að skjóta inn í höfuðborgina og þú ert farin að skjóta á Sankti Pétursborg og það er mikið tjón, mjög mikið, þá getur það gerst að það verði pólitískur óstöðuleiki, en við erum bara ekki þar. Þetta er ekki það alvarlegt að það þarf að vera eitthvað mjög mikið til þess að Putin gerir það, og líka því að Rússland er að sækja inn í Austur-Úkraínu og taka meira land. Að ég meina hvað... En stigmagnun í stríði er til dæmis það að Rússar fara að nota kjarnorkuvopn, en stigmagnun getur líka verið það að stuðningur vesturveldana og fyrst og fremst Bandaríkjanna við Úkraínu, að hann verður alltaf meiri. Ef við höfum setið fyrir árið síðan og Úkraínumenn var að ráðast inn í Rússland, þá myndum við líklega segja nei, þeim er bannað það, af því að það er það sem að Bandaríkjamenn vilja helst af öllu forðast, er að Rússar líti á árásinu þannig, að því að það er breyðilegt að líta á það að þetta er Úkraína náttúrulega bara bakkað upp af Bandaríkjunum. Úkraína væri ekki að gera neitt að þessu nema með stuðningi Bandaríkjanna, og ef það er komin innrás inn í Rússland, þá geti það kallað á svar Rússa, þar sem að lítu á að það væri raunverulega NATO og Bandaríkin sem væru standi í þessu, og þetta verður of áhættu samt sem að gera það, honum verður bara bannað að gera það. En stigmögnunin er alltaf þannig að það er alltaf sagt einu sinni máttur ekki fá flugvélar og einu sinni máttur ekki skjóta inn fyrir landamærin og einu sinni máttur ekki ráðast yfir landamærin, og þannig að það er líka stigmögnun sem að verður í því að það vesturveldi gefa Úkraínu alltaf meira og meira svigrúm. Já, og það er það sem vegna þess að árangurinn kemur ekki. Já, við erum að sjá það var lengi verið að tala hvort það ætti að skriðdreka, ekki skriðdreka, hvaða tegundir, Þjóðverjar voru á bremsunni, kem ekki til greina, svo kom ekki til greina að láta hafa F-16 orrustuþotur, það kom ekki til greina, það mátti ekki skjóta inn fyrir landamæri Rússlands. Það er alveg rétt, þetta er stigmögnun. Og hvað gerist ef að Zelenski kemur bara eitt á og segir bara, ég er bara ekki með mannafla til þess að verja land, ég er ekki lengur með mannafla til að verja landi lengur, mér vantar meiri vopn og við erum bara að gefast upp. Hvað ætla Vesturlönd þá að gera? Ætla þau að fara í beint stríð við senda herafla? Já, senda herafla, og það eru sum lönd sem vilja það. Það eru Eystrasaltslöndin og Pólland og Frakkland, og jáfnvel Bretland. Það eru lönd sem vilja fara þarna inn, og það er eins og segja, það er ákveðin stigmögnun, en þá breytist eðli stríðsins. Þá erum við ekki lengur með, auðvitað náttúrulega má segja þetta sé stríð milli NATO og Rússlands, þetta eru bara úkraínskir hermenn sem eru notaðir í þetta. En svo eru líka talað að það séu þegar komnir hermenn frá þessum löndum, þó sé ekki mikill fjöldi sem er komin inn í þessu lönd, og það er til dæmis eins og Þannig það má búast við því að Zelenski verði leyft að ganga lengra eftir því sem að rússneski herinn vinnur stærra landsvæði í austurhluta Úkraínu. Já, ég veit hvað gerist ef að Putin ætlar að taka til dæmis Odessa og Kharkiv oblasts, taka það bæði, myndi hann kannski segja, ok, ég tek þetta og svo ger ég ekki meir, og myndi þá kannski Vesturlönd halda aftur af sér. Það er spurning hvort þau myndi gera það. Ef hann myndi segja, ég tek þetta og svo ger ég ekki meir, svo er ég hættur. Og þá spurning hvort þau haldi aftur af sér. En ég held að Washington veit vel þetta og hefur verið á bremsunni og verið allavega ennþá, en það er alveg rétt sem út að segja að það hefur alltaf, það sem var ekki lyft í gær er allt í einu lyft í dag, og þetta er stigmögnun. Og það er eiginlega ekki talsamband á milli, það er náttúrulega ekki talsamband á milli aðila, þannig að það er ekkert vel að reyna slíkt, en ég veit ekki hvar þetta endar, en ég get ekki séð þetta sé að enda vel fyrir Úkraínu, ég held að tíminn sé ekki að vinna með þeim, og svo er náttúrulega, við vitum það að Rússar eru búnir að vera að eyðileggja hjá þeim orkuinnviði, og þeir eru að fara inn í vetur. Þannig að hvort það verður líft í stórborgum þarna, ég efast það er spurning hvernig það verður.
Þannig að Zelenski var að stokka upp í ríkisstjórninni eða einhverjir ráðherrar að segja af sér. Það er eitthvað svona pólitískur óróleiki þar, eða alltaf lítið á þessi þörf á að breyta ríkisstjórninni. Kanntu að ráði það hvað það er á ferðinni? Ég held að skipti engu máli. Ég meina, það eru nokkri ráðherrar sem eru látnir fara en það kjörtímabilið Zelenski er runnin út og hann er að gera einhverja breytingar, ég veit ekki hvort hann sé að reyna að segja það að það séu með eitthvað nýtt og hann náttúrulega getur ekki... En hvernig er kerfið í Úkraínu? Er bara Zelenski bara einráður? Ég held að hann sé mjög valdamikill, hann getur náttúrulega skett hvað sem er í þessu. Hann getur skipað til... Það er eitt galli við Úkraínu, að Úkraínu var ekki federal state þegar landið var sjálfstætt. Forsetinn skipar alla governora eða alla sem er yfir sem er oblast. Það skipar alla. Já, þó að séu fylkistjóra. Já, þó að séu meiri hluti rússa í sumi héröðunum, þá skipar hann alla. Í staðan fyrir að það væri eins og í Bandaríkjunum sem demokrati geta ráðið sumum fylkjum og republikanar öðrum fylkjum. Hann ræður þessu öllu. En hann ræður hverjir eru fylkistjórar, hann skipar ríkisstjórnina. Já, ríkisstjórnin þarf að fá samþykki þingsins, veistu það? Já, hann þarf allavega að svara þinginu og já, hann samþykki. Nú er líklega þingið að renna út líka, þannig að þetta var að koma bráðum að þingkosningum. Heldur það verið haldið þingkosningar? Nei, ég get ekki ímyndið mér að vera að halda neina kosningar eins og staðan er í dag. Við erum að sjá til með það, en ég sé það ekki fyrir mér. En varðandi, utanríkisráðherrann fór, hann er svona mest ábyrgandi. Ég held að sé lítið eftirsjá í honum. Hann hefur verið mjög svona harðlínu maður og oft orðljótur og svona ég sé ekki að ég held að sé voða lítið eftir sjá í þeim manni, kannski má ekki segja svona en ég held að sé það og ég held að skipti engum það sem skiptir máli er það sem er að gerast á vígvellinum. Það skiptir ekki máli hvort þú ert að hrókera inn í ráðuneytunum. Það þeir hafa ekkert mikið að hæfi fólki, maður bara sér það líka í alþjóðasamskiptum. Samskiptum þeirra við Rússland, samskiptum þeirra við Kína, samskiptum þeirra við Indland, samskiptum þeirra við Mongóliu. Þetta eru aðlega sem kunna ekki til verka í alþjóðasamskiptum. Þeir eru kunnáttulausir og þeir skilji ekkert í alþjóðasamskiptum. Og þeir hafa backup, kannski rókavælt að segja þetta, en ekki bara, ef við tölum eitthvað af þessum málum sem við maður tala núna, síðan að segja, að maður sér svo mikið kunnáttuleysi og þess að maður hefði vilja vona að lönd eins og stóru Evrópusambandslöndin og Bandaríkin myndi svona eitthvað leiðbeina Úkraínu hvernig þetta hegða sér í alþjóðasamskiptum. Til dæmis þetta vísa til þegar Putin fór til Mongóliu. Já, sko Mongólia er land sem hefur 3,5 milljónir manna. Þeir ráða yfir 1,5 miljón ferkilometra. Þeir eru 15 sinni stærri en Ísland. Klemdir á milli Rússlands og Kína. Já, þeir eru með landamærin við Rússland eru 3.400 km löng og landamærin við Kína eru 4.600 km löng cirka. Þetta er eitthvað lengstu landamæri í heiminum og þetta er land sem er 3.000 þetta er hálf Danmörk eða eitthvað fólkfjöldi, þetta er svo lítið og þá segja að því þeir eru aðilar að þessum alþjóðlega stríðsdómstól að það er að fara að handtaka Pútín og sem er alveg stór undarlegt. Pútín hann bara tilkynnir forseta Mongóliu, ég er að koma í opinbera heimsókn og ég þarf að ræða gaslisli sem þarf að fara í gegnum hann við Power Siberia 1 og Power Siberia 2 og Power Siberia 2 leiðsla er að fara í gang og til að flytja gas til Kína. Já, og þetta er hluti af því að Nord Stream 2 var eyðilögð og þeir eru að selja gas og þeir eru að fara gegnum Mongóliu og ef að Pútín væri þessi útþenslu gæi sem að okkur er sagt þá myndi hann bara taka Mongóliu. Skilu, þetta er 3,5 milljónir manna. Það er nú einhver svona í sögunni dæmi stríð sem hafa verið erfið þar, eða ekki? Jú, en ég held að sko ef að Kínverjar og Rússar myndi ákveða að taka Mongóliu þá myndi það ekki verið mikið mál. En forseti Mongóliu, hann spilar alveg ég hef ekki komið til Mongóliu, en ég veit aðeins Mongóliu. Mongólia, þetta er land sem hefur spilað hlutleysi og svona stórveldisamkeppni. Þeir eru alltaf milli, þetta er svona svo samloka, þetta er bara á milli Rússlands og Kína sem varst að segja. Þeir reyna að halda góðum samskipti við Bandaríkin og Þýskaland og Japan og Suður-Kóreu, en þeir eru þarna á milli. Og ef að þú ert forseti Mongóliu og Pútín ætlar að koma, þá bara dregur þau fram rauða dreigilinn og þú segir bara úrreistin að fara að æfa rússneska þjóðsöngin til að taka móti Pútín. Sem er kunnarindar. Ég býst í því að þeir eru örugglega margt til listalag. En hvað myndir þú gera ef að þú væri forseti Mongóliu? Myndir þú fara að slátra þjóðinni á vígvellinum eða myndir þú taka við þessu? Þetta er örugglega verið erfið ákvörðun
En ég meina, Vesturlönd blása alveg óskaplega mikið yfir því að það skildi hafa verið þessi alþjóða stríðsglæpadómstól sem að Mongólia aðili af. Rússar ekki aðili á honum, Kínverjar það ekki, Ísraelir það ekki, Bandaríkin það ekki. En þessir aðilar blása alveg opaslega, eins og Bandaríkin blása yfir því af hverju ekki þessi maður handtekinn, skilur. Þeir eru ekki svona aðilar þessum dómstól sjálfur. Og hvað með Netanyahu? Netanyahu líka dæmdur eins og Putin þessu dómstóli. Hvað var gert við hann þegar komið til Bandaríkjanna? Var hann handtekinn? Nei. Hann sendur, hann flytur ávarpað þingi sameiginlega bæði öldungadeildina og fulltrúadeildina á sama tíma og Bandaríkjaþing stappar og flautar og klappar. Klappar raufræðan 60 sinum. Já, 60 sinum eða hvað. Maður aldrei síðan, ég hef ekki hort á þetta. Og hérna það var eitthvað sem taldi það var 60 sinnum sem hann þurfti að gera hlé á máli sínu út af fagnaðarlátum þingum. Já, ég heyrði í prófessorum maður sem alþjóðadómstóllinn segir að sé líklega standa fyrir þjóðarmorði. Þeir sögðu bara hafa, þetta verður bara niðurlæging fyrir sig sem ríkisborgarar Bandaríkjanna að horfa upp á þetta. Þannig að, sko, ég meina, ef að þú ert forseti Mongóliu og þú ert að stendur frammi fyrir því að þú ert með 155 milljarðar þjóða norðamegin og svo með 1,5 milljarð hinum megin og þeir vilja koma þessi gegn og fyrir utan það að það verður mjög kalt í Mongóliu á veturna á þessum tímum og þeir eru háðir 95% af öllum orku kemur frá Rússlandi. Sko, Pútín getur bara skrúa fyrir þá. Og þá segir utanríkisráðherra Litáen, ég var að hlusta á hann, bara viðtala hann, að það það refsa Mongóliu og þetta væri, og bara talaði eins og þeir væru bara mjög sekir. Hvað myndur þú gera þú verið fórsetið? Þú færir ekki að slátra þjóðinni. Það sem þú gerir, þú tekur á móti Pútín, maður veit ekki hvað hann segir við hann á lokuðum fundum, maður getur vel fyrir hann að segja eitthvað við hann á lokuðum fundi, en að hann fara að slátra þjóðinni, það betra, hann vill örugglega fara eftir stríðsglæpadómstólnum. En ef hann stendur fram í svona vali þá bara sópar hann því bara til hliðar. Og það verður ekki hagsmunum. Sjálfsögðu, og hann semur við Pútín. Svo maður líka velta fyrir sig sko tæknilega möguleikunum á því ef að þú handtekur Pútín í Mongóliu, hvernig ætlar að koma honum og hvert ætlar að koma honum? Því að þú þarft að fara yfir sko Rússland eða Kína til þess að koma honum til vestur. Nei, en hvað heldur þú að þessir aðilar sem að gagnrýna svo utanríkisráðherra Litáen, hvað heldur að þeir hafi hugsað mikið þetta? Ég meina, hvað ætlar að gera? 3,5 milljónir manna, þú getur ekki komið um í burtu. Stjórnmálamenn eru oft bara að tala inn í sko sína hjörð, þannig hann bara að tala við fólki í Litáen. Sko. Það getur vel verið, en ég meina þú tekur Litáen aftur sem dæmi, þeir eru í stríði við Rússland, sem eðlilegt í sjálfu sér, þeir getur innast í Úkraínu, þeir eru í stríði við Kína, að tilefnist þessu stríði, út af að opna Tævanskrifstofu í Vilnius, sem að sko forsetinn að vara á móti því, eða hefur gagnrýnda yfirgnæfandi meirihluti Litáa allavega fyrst í stað var á móti því að gera þetta verður óráðlegt út af því að þeir halda það að þeir hafa svo mikið stuðning Bandaríkjanna og sem algjörlega óljós stuðningu Bandaríkjanna, við erum með Donald Trump gæti orðið forseti Bandaríkjanna, stuðningurinn alveg óljós, þeir eru í NATO, Article 5 garantí, svo kallar garantí sem hjá NATO mjög, ef þú bara lest þetta Article 5 garantí, það mjög óljóst það engin skuldbinding að verja Litáen eða Íslandi eða nokkurt land út þú gera bara eitthvað þannig að sko að þetta mjög óskynsalegt en að fara að tala við forseta Mongóli eins og hann sé ykkur sko, þetta er bara damage control, hann bara að reyna að bjarga sínu landi og hann hefur einhver kosti og Pútín að bjóða honum gas á mjög góðum kjörum fyrir að koma sér í leiðsluðarni gegn og hann hefur enga kosti að reyna að taka þetta og Mongóli ekki ríkt land, það tölvöld hátt hlutfall þjóðarinnar sem undir fátæktarmörkum, þannig að hvað eiga þeir að gera, eins og þú segir, þeir geta ekki komið Pútín í burtu, þeir geta ekki handtekið, það árás á landi. Líklega myndi utanríkisráðherra Litáen segja sem svo að það eru hagsmunir Mongóliu að stöðva Rússland sem var með tilhæfulausa allsherja innrás inn í Úkraínu og braut þar með öll alþjóðalög og það sé mikilvægt ekki síst fyrir smærri lönd og fámennari að gæta alþjóðalaga svo að þessi maður og þetta ríki valt ekki yfir. Já, bara málið það að Mongólia ég veit að Úkraína átti að fara í NATO og það var samþykkt í apríl 2008 og Angela Merkel stóð ekki í lappirnar þannig að hún var alveg á móti sem sagði þetta verið stríðsyfirlýsing. Angela Merkel hún þekkti Pútín mjög vel, þau voru mjög náin. Pútín tala þýsku.
hann var KGB, hann var í KGB. En ekki frækt þegar hann mætti með hunda á fund, vitandi það að hún var hræddu hunda? Já, ég veit ekki með það, ég hef heyrt það líka, en ég meina ok, en hún var allavega, hún var á þessu fundi, en hún talað þýsku, hann talað þýsku Putin, ég held að hún talið rússnesku. Þau voru náin, þau sömdu Nord Stream 2. Það voru þau sem gerðu það, þau voru náin og hún sagði, þetta stríðsyfirlýsing. Forseti Mongóliu. Svo stríðsyfirlýsingin þegar NATO samþykkir yfirlýsingu þessum segir að Úkraína muni verða aðilar NATO. Já, og þó að það sé vita að það verði ekki. Já. Og 16 ár síðan og það vita að það er ekki og það er engum í huga að það sé að fara að verða. Þetta er allt saman vitleysa. Og það var George W. Bush sem keyrði þetta í gegn. En sko forseti Mongóliu, hann spilar hlutleysi stefnu. Hann myndi aldrei þetta til hugar að taka erlent herlið inn í landi hjá sér eða ganga í varnarbandalag með nokkur landi. Þetta er bara eins og Vietnam og tökur Indonesia er land annað þarna í Austur-Asíu sem er 280 milljónir manna, múslimar. Þeir spila hlutleysi stefnu. Þeir myndu aldrei taka inn erlent lið eða fara í varnarbandalag með öðru eða sem við reyndar Rússar og Kínverjar líta á NATO sem árásarbandalag. Þegar hann myndi aldrei ganga í varnarbandalag, hann myndi aldrei taka erlenda hermenn í landið, hann myndi aldrei stofna til neinna sambanda út af öryggismál, því hann veit það að þá eru landamenn í honum í hættu. En sko það hefur ekki verið með út þessu stefna, ég meina Rússar og Kínverjar gætu tekið þetta 1,5 milljón ferkilometra með tiltölulega auðveldlega myndi ég halda, þetta er 3,5 ég er ekki sem að Mongóliu myndi berjast, en þeir bara passa sig eins og í Vietnam að það er bara ekki erlendur hér, það er ekki varnarbandalag, við gerum ekki til að styggja stærri aðilann, þeir halda sinni landamærum, það sem hann hugsaði með það að nú þarf Kína og Rússland að fara í gegnum Mongóliu að kreista eins mikla peninga út úr Rússlandi eins og hægt er og Kínverjum og fjárfestingar og alls konar hluti en það er enginn að tala um að breyta landamærum Mongóliu, það dettur það engum í hug. Ef að Mongólia myndi til dæmis segja sig svo að taka japanskan her eða bandarískan her eða suðurkóríaskan her inn í landið eða eitthvað svoleiðis, eða stofna varnarbandalag og fara að æfa vera með herdeildir eða senda hermenn sína til æfinga. Sama Úkraína gerði í aðdraganda innrásinni. Þá yrði mjög mikla líkur á því að landið það yrði þjarmað að þeim og þið bara vita þetta. Þú hefur bent á þetta áður að utanríkisstefna Úkraínu svona á þessari öld eiginlega, eða frá 2008 stærstu hluti hafi að þeim hafi verið heillavænlegra fyrir þá að vera með sambærilega utanríkisstefnu og Mongólia eða Vietnam sem að hegða sem tilteknum hætti verandi nágrannar stórvelda. Já, ég meina sko það er alveg ljóst, það er alveg ljóst. Þá kem ég aftur að einu að því að Zelenski er að skipta út ráðherrum og eitthvað fleira. Þegar hann var kosinn, þá var hann kosinn, það var klofningur í þjóðinni. Það var bæði það eru stór hluti þjóðurinnar eru Rússar, enn fleiri tala rússnesku og og það voru klofningur í þjóðinni. Það voru úkraínskir svona þjóðnissinnar sem vildu að Úkraína yrði þjóðríki, þar sem væri fyrst og fremst úkraínska töluð og það voru úkraínsk menning og að losa sig frá rússneskri menningu, tengjast NATO og Evrópusambandinu, en svo voru rússnesku mælandi og bara rússar líka sem að vildu vera með tengsl til Rússlands og þetta var klofningur sem hafi verið í landinu árum saman. Zelenski býður sig fram sem svona ticket, eins og sagt er, sem frambóð sem ætlar að bera klæði á vopn. Markmið hans var að við myndum geta lifað í sama landi saman, einhverjum hætti. Það var erindið hans í kosningunum og þess vegna fékk hann afgerandi sigur. Já, hann ætlaði líka að semja frið. Já. En sko það hefur verið sögulega að sé þessi klofningur, austur-vestur klofningur alltaf. Og maður sér það bara á könnunum, sko, aðild að Evrópusambandinu, aðild að NATO, að það er algjör klofningur í þjóðinni. Þetta er ekki talað mikið þetta. En austurhéruðin hafa aldrei verið mjög stóru borgirnar í austurhéruðunum og bara austurhéruðin hafa aldrei verið mjög áfjáð að gangi í NATO eða ESB. Vesturhéruðin sem er sem að fluta Pólandi hér áður eða Ungverjalandi, þessi héruð þar, þau eru meira höllundir NATO. Svo hafa forsetað verið kjörnir þannig að sko forsetinn var á annarri hliðinni.
annarkort austurhlutin eða vesturhlutin, já, það var sögulega þannig. Við munum með þegar hann var kjörinn, það var allir spennt á, hann var úkraínumaður en alinn upp við að tala rússnesku, hans úkraínska var ekkert sérlega góð. Nei. Og þannig að hann var eiginlega maðurinn utan, kemur svona out of the blue, utan úr svona hefðbundum stjórnmála fylkingum, vinsæll leikari, að hann væri kannski maðurinn sem að gæti náð þjóðinni saman, þannig að við getum búið hér í friði. Já, hann samt fljótlega eftir að hann var forseti, þá fór hann að fara til Brussel og heimta tímatöflu fyrir NATO, heimta tímatöflu fyrir ESB. Og náttúrulega hann undir þrýstingi frá Vesturlöndu sem sumt sem við vitum ekki En hvort sem hann ætlaði sér að reyna að ná saman þessum brúa þessa gjá meðal íbúana, hvort sem hann ætlaði sér eða ekki, þá eiginlega bara leið og hann tekur við embætti að þá hann eiginlega orðin svona úkraínsku stjórnmálamaður sem að vill tengja Úkraínu sem allra fyrst við Vesturveldin. Já, það sem hefði verið heillamælegast að ef Úkraína hefði orðið hlutlaust ríki, hún hefði og hefði byrjað að fikra sig nær Evrópusambandinu, það hefði verið nefnilega nær, það hefði verið ákveðin, ég meina því ég var að tala við Alþjóðabankann þarna skömmu fyrir stríð, áður en stríð hófst, þá fannst þeim að það getur þurft og Alþjóðabanki sé yfir ekkert að skipta sér því hvort að lönd fari í Evrópusambandið eða ekki, að það væri bara svo mikið spilling í landinu, að öflin væri svo sterk að þeir þyrftu að hafa einhvern utanaðkomandi aðila sem hjálpaði þeim og þá voru þeir að tala það og mér skilst á það bara maður sér það þegar það var verið að semja í Istanbúl á sínu tíma fyrir stríð 2021 þá var komið á blað að Rússland væri tilbúið að samþykkja það að þeir færi inn í Evrópusambandið því sem alltaf ekki varnarbandalag en þeir taka hlutina í öfri röð og En var Zelenský einhvern veginn með plan það hvernig hann ætlaði að halda landinu og þjóðinni saman? Þannig að þegar hann kosið forseti þá eru tvö fylki yfirráðum uppreisnarmanna, myndum að segja? Nei, það var aldrei eitt plan. Ef að menn hefur verið með plan að halda landinu saman, þá hafði þið breytt því í alríkisstjórn. Þýskaland alríkisstjórn, Kanada alríkisstjórn, Bandaríkin alríkisstjórn. Það eru mörg lönd þannig til. Það eru mismunandi tungumálahópar, mismunandi hópar í löndunum og það getur mismunandi stjórnmálaöfl ráðið í mismunandi stöðum í landinu. Það var aldrei, og ef eitthvað land í heiminu þurfti svoleiðis stjórn, það sem valdinu var skipt og til dæmis að Ungverjar í Úkraínu mættu kenna ungversku í skólum og halda í sína menningu, þeir sem eru frá Rússlandi getur fengið að halda sínu og ákveða sínu einhver mál sjálf, það var ekki leyft, það var ekki skilningu fyrir því og þetta eru afleiðingarnar sem við erum að horfast í augu við og Vesturlönd hafa kannski ekki heldur hjálpa til við að reyna að leysa þetta og verið að eins og til dæmis að vera að setja þetta í fundagerð í NATO í apríl 2008 var alveg skelfilegt með við það að það var algjörlega vitað að þetta er ekki að veruleika. Það við tökum nefndir utanríkisráðherra Litáen sem svona herskár og það eru raddir í þessum löndum, kannski inn í Pólland, sem eru með kannski svipur sjónarmið og Zelenský og Netanyahu eða eitthvað sem að vilja raunverulega að blanda Bandaríkjamönnum sem mest inn í þessi átök því að þeirra langtíma sín það að það verði engin friður í þessu löndum ekkert öryggi nema að Rússland verði bara farið niður á hnén og helst að þau klofni. Maður hefur séð svona vangaveltur það að það sé eiginlega markmiðið að Rússland verði eiginlega bara helst brotni bara upp. Þannig að þau sjónarmið eru og það eru sjónarmið landa sem við hlustum á í NATO og fleira. Það er sem svolítið sérstakt að ef maður spyr þessa fólki í þessum löndum og það er mismunandi sjónarmið samt innan landana þá ef maður spyr sjáu þið fyrir ykkur einhvern tímann að það geti orðið eðlilegt samband eða einhvers konar allavega þokkaleg samskipti við Rússland á næstu áratugum og það
svarið alltaf oft bara nei, það verður aldrei eðlilegt samband og það verður bara eyða Rússlandi. Málið var líka það, þessi lönd þeim voru kúuð alveg svakalega Eystrasaltsríkið og það stór minnihluti sérstaklega í Eistlandi og Lettlandi frá þessum löndum og það var fólki sett í alls konar tungumálapróf, kannski fólk sem var fólk sem var 60, 70, 80 eftir að fara í próf og sagt ef þið standist ekki í prófin þá verður það að fara úr landi og fólk fekk ekki sem stóðst ekki í tungumálapróf fekk svona non-alien passport fekk ekki kjósa í þingkosningum það var deilt þetta innan landana þetta voru svona róttækar aðgerðir og náttúrulega þetta eldra fólk sem var rússneskt þarna sem treystir sér ekki til að fara að læra neitt tungumál þetta fólk hverfur með tímanum þetta vandamál leiðréttist með tímanum þetta bara fólk fellur frá en þetta voru ábáslega viðkvæmt og fyrir minn smekk fannst mér verið að gengi og langt í þessu og bara því ég hef verið að kenna í Lettlandi þá finnst mér að unga fólki þar hafi svona viljað fara meiri varfærni af því að það eins og sumir benda á það þetta fólk var ekkit fullorðið þegar Rússar réðust inn í landi í seinni heimsstyrjöldinni þetta fólk bara fórnarlömb alveg eins og lettarnir það bara þarna og svo bara gerist það að Sovétríkin falla 91 þú fyrir að sofa einn dag í Sovétríkjunum næsta dag vaknar í einhverju öðru landi þetta eru 25 milljónir manna sem voru í þessari stöðu í öllum Sovétríkjunum 25 milljónir og þú bara annars flokks ríkisborgari sem veist ekki hvort þú mátt búa í viðkomandi landi, þú hefur ekki réttindi og allavega svona það hefur verið sótt að þessum hópi inn í Úkraínu að það hefur verið það er ekki kennt á rússnesku lengur í menntastofnunum það var háskólar sem var bara kennt á rússnesku það hefur verið hætt og núna bara fyrir einhverjum, ég held að séu svona 6 vikur síðan eða eitthvað leys að þá var Zelenski að banna rússnesku réttarunarkirkjuna það endalega þegar ég veit það bara þetta er að báða búa þegar að Rússar taka Eystrasaltsríkin þá farið í gegnum svona russification og þá takmarkanir á því hvað það mátt tala lettnesku ég veit unga letta sem ég kynntist þegar ég var hérna úti í Ríka og þeir sumir neituðu bara að tala rússnesku, töluðu bara lettnesku og það var svona kannski ekki beinlínis refsivert en það var litið mjög hotnega stjórnvöldum svo snýst þetta við og þá hinn öfgin á móti að þess að banna að tala rússnesku, banna að kenna rússnesku í skólum og svo framvegis þetta er allt saman ábáslega viðkvæmt en með land sem er stórt og Úkraína og svona mikið skipt og þetta er svo mikil fjöldi að þá hefði maður haldið að það væri skynsamlegra til lengri tíma fyrir þá að reyna að hafa svona einhvers konar alríkisstjórn og meiri sveigjanleika. En þeir hafa valið þessa leið sem þeir hafa farið núna sem hefur leitt til ófarnaðar og auðvitað getur Pútín ef að verið að segja að hann vilji útþenslustefnu sem ég reyndar sé ekki að þjóni hagsmunir Rússlands. Ég meina að Rússar með þess að ekki reynda að taka hluta Mongólu. Ég hef ekki séð að gera það allavega þó þau gætu það örugglega að þetta er þannig mála að ég ætla reyndar að efast að þetta sé svona auðvelt að taka Mongólíu af því að bæði í sögunni þá eru til svona erfið stríð sem eru þarna og svo sjáum við náttúrulega bara í Úkraínu Þetta vísi Gengis Khan eða hvað? Hvað er komin alltaf til í tíma? Ég bara er í seinna stríði held ég og þá það sama ávið Úkraínu þar sem að það er ekki eins og að þetta sé bara einhver ganga til Kív hjá Rússum. Þeir þurfa að berjast sentimetri fyrir sentimetri. Já, þetta náttúrulega gríðarlegu mannfórnum. Það var búið að þjálfa mjög mikið að hermunum frá 2014 til 2021 þá var búið að þjálfa sennilega 80.000 útlenska hermenn eftir NATO-stöðlum og svo gáttu þeir þjálfa aðra þannig að Úkraínumenn þetta er einhverju aumingjar ég meina þetta er land sem á sér langa sögu sem iðnríki og þetta eru öflugt fólk og
og það er það sorglega við þetta einhvern besta landbúnaðarland í Evrópu, þeir eru staðsettir svona í hjarta Evrópu, í milli Asíu og Evrópu, getur verið svona brú á milli, þeir geta hjálpa Rússum í samskiptum við Vestur-Evrópu, þeir geta verið brú líka fyrir að hjálpa Rússlandi, því Rússland lendir í vandræðum, Rússland færi ekki að fara í NATO, Rússland færi ekki að fara í ESB og er einangrað. Þeir hefðu getað hjálpa Rússlandi ef þeir hefðu farið ekki þá stefnu og miðað við þá möguleika sem þeir hefðu í landbúnaði, miðað þetta innríki, þeir voru með sitt þeir voru með kjarnorkuvopn, þeir eru kjarnorkuver sem þeir eru með í dag, þeir voru með sína eigin geimferðaráætlun. Það er mikið að velmenntuðu fólki þarna. Þannig að taka Úkraínu ef að þeir eru komnir með, ef þeir hafa aðstoð, þeir eru með vopn, þá er það ekki hlaupið að því, en það er sýnt það, þeir hafa staðið sem mjög vel að margir. En þetta er bara miklu minna land og ég meina mér fannst þessi leið sem þeir fóru vera röng, en það er líka því að þeir fá ekki leiðsögn, meðan við sjáum það alveg hvernig þeir vinna í utanríkismálum, við sjáum það líka, til dæmis ég skil ekkert í því hvernig utanríkisráðherra Litáen talar. Ég meina það getur vel verið eins og að segja að þetta sé innanlandsneyslu, hann sé að tala til þess að vera fínn maður í Litáen. En ég meina sko, þetta er algjört ónægilegt. Þeir opna skrifstofu Tævan og fleira. Þannig þeir eru með svona aðgerðir líka. Þetta er ekki bara svona raus í stjórnmálamanni sem að skora keilur heima. Nei, þetta er svakalega mikil ögrun og það alveg á eftir að reyna það hvort að Eystrasaltsríkin hafa þann stuðning sem þau halda þau hafi. Þau treyst algjörlega á Bandaríkin, þau treyst ekkert á Evrópusambandið og mér finnst sko við smáríki það þurfið að fara varlega, við erum að segja það, smáríki þurfa að fara varlega og Mongólía er náttúrulega algjör smáríki. Þeir fara mjög varlega, hann gæti náttúrulega hafa handtekið Pútín, gert ekki alls konar kúnstir, en þeir fara bara mjög varlega því þeir vilja ekkert fá Rússa yfir sig, þeir vilja ekki fá Kína yfir sig og þeir reyna bara að mynda viðskiptasambönd og græða á þeim og sér að Vietnam sem er með 100 milljónir manna, þeir vilja ekki varnarbandalag og reyndar það orðið þannig í Austur-Asíu að það er verið að Kínverjar eru á óskemmtilegan hátt að mínum mati að þjarma ómikið af löndum á Suður-Kínhafi, þannig að það eru konar æfingar á milli Filippsey og Vietnam, en Vietnamar fara alls ekki æfingar með Bandaríkjamönnum, alls ekki, þeir fara með Filippseyjum, Indonesar gera svipað, þeir eru 280 milljónir, þeir líta sig allir á þessu smáríki því þeir eru að bera sig saman við Indland og Kína. Þessi lönd fara óbærslega varlega og þeir eru, og þegar maður er að tala við þessi lönd og stjórnvöld í þessu löndum það sem er að gerast í Evrópu, Já, þess vegna er ég að benda skilji ekki. Nei, þess vegna er ég að benda á að í Austur-Evrópu er fólk sem að talar ekki varlega og virðist vera að skilgreina sína öryggishagsmuni út frá því að það verði bara að brjóta Rússland niður. Og þetta á kannski fyrst og fremst við lönd sem voru áður hluti að Sovétríkjunum, en líka lönd sem tilhörðu austrinu og rússneski herinn fór yfir í seinni heimsstyrjöld eins og Pólland. Og nú ætla ég að draga þig að kosningum í Þýskalandi sem ég veit ekki, kannski hefði átt að varaði við að ég ætla að spyrja út í þetta. Já, þú það voru miklu fyrir að tala Indland og Túringen. Nei, ég ætla að byrja að velta þessu fyrir þér. Túringen sem ég held að sé kallað þýðingarland á íslensku. Að það var kosið þar og þar fær Alternative for Deutschland eða valkostur fyrir Þýskaland fær 33% atkvæða sem nú eitru tala í rússneskri sögu vegna þess að það er mjög nálægt fylgi næststjórnarflokksins á sínum tíma. En reynda ná kristilegir demokratar að verða næststjórnarflokkurinn, en þar á eftir kemur flokkur sem að heitir Pútnis Sara Wagenknecht sem gæti verið bandalagsöru Wagenknecht. Samanlagt er sáflokkur og Alternative for Deutschland með 48, eitthvað. Það er næstu bara helmingurinn. Þetta eru báðir flokkar sem að hafa verið svona allavega fólk inn í þessu flokkum sem hefur verið skeptist á stefnu vesturveldana í Úkraínu. Já. Og þetta er þenni í Austur-Þýskalandi. Þetta er fylki sem til í Austur-Þýskalandi. Þannig að þeir hafa kannski hafa sambarlega afstöðu til Rússa og út af sögu Sovétríkjanna og eitthvað leira, eins og til Pólverjar. Svo eru að spá í því hvað er að gera þarna?
Nei, þú veist, greifist greinilega miklu meiri heldur en ég veit bara það að Rússarnir náttúrulega voru í gríðarlega samkeppnisstefnu í Þýskaland byggðist á góðu viðskiptasamböndum við Rússland sem eru núna horfin. Þýska hagkerfið er í verulega miklum vandræðum og þeir eru með kanslara sem er mjög veikur og þetta er kannski hægri öflugin. Það er náttúrulega Búdnis Sara Wagenknecht er eiginlega klopningur út úr vinstri bandalaginu. Já. Sem að það sem eru kannski á linkina á rætur í gamla kommunistaflokk Austur-Þýskalands. Já. En hún er þarna, hún er sömlítið tekur hún upp svona útlendingaandúð og eitthvað fleira. Þetta er mjög sérstakt fyrirbrigði þessi flokkur. En það er bara svo ævintýrlegt að þessir flokkar sem er eiginlega skilgreind sem ómark í stjórnmálum á Vesturlöndum eru með helmingina fylginu. Já. Þetta er ekki eins og Le Pen eða eitthvað í Frakklandi með rúmlega 30%. Þetta er bara helminguna fylginu. Er flokkar sem eru eiginlega skeptískir á þessa stefnu NATO. En samt skilstu, ég hef verið að tala við þýska háskóla. Mér skilstu, ég er að fara til Ríga og ég er að fara að flytja fyrirlestur fyrir nemendum og þú veist alveg hvað skoðanir ég hef á þessum málum. Það er ekki svona bestseller í þessum löndum. Þú getur verið lamin bara. Nei, ég meina ég vona þeir horfi ekki á samstöðin og hlusta á samtöl okkar hérna. Ég hef búin að senda þeim fyrirfram greinarnar mínar. Þannig að samt sem að því Lettlandin er svo mikið fámennið þarna, þeir eru með nemendum frá, ég er með veilinlega nemendum frá Asíu, frá kannski Norður-Ameríku, frá Afríku og náttúrulega maður flestir frá Evrópu, þannig að það eru, og þessum séð að það kemur fólk frá löndum eins og Ungverjalandi eða Austurríki eða einhverju slíku löndum, þá eru þeir á annarri blaðsíðu, en auðvitað það sem ég ber bara að borða ákveðna staðreyndir og svo spyr ég bið þau að draga ályktanir, ég sendi lætur bara á spurningar. En ég sé það í Lettlandi, að háskólinn í Lettlandi leyfir alveg málfrelsi. Málfrelsi er mjög undanhaldi. Þú veist, í Bandaríkjunum er búið að reka ykkur 4 rektora, en allavega þar ég veit að líka þegar ég var að skrifa kreppuna 2008-2009 þá gagnrýndi ég mjög sænska banka og efnahagsstefnu Eystrasaltsríkjanna í hruninu. Þá mistu þeir alveg gríðarlega mikið af fólki og þeir fóru í gegnum svona austerity program. Og þá tók ég líka til því háskólinn í Lettlandi að þeir fengu fjölmiðla til að tala þetta við mig og birtu það í stórum blöðum sem þeir gáfu út. Og eitt skipti var það þannig að þeir birtu við mig viðtal sem ég var að gagnrýna harkalega stjórnvöld og þá heimtaði Seðlabankinn að birta með yfirlýsingu með viðtalinu, bara onni í viðtalinu. En samt sem að háskólinn þarna sem sagt ákveði málfrelsi í gangi og þú mátt segja hluti sem ekki vinsælega, auðvitað verður maður að fara varlega í þessu, þetta er allt voðalega viðkvæmt. En ég sem háskólakennari, ég segi ekki nemendum hvaða skoðanir ég hafa, ég segi bara, hér eru bara ákveðna staðreyndir sem ég er með, ákveðna kenningar, ákveðin viðþorf, svo svarið þið spurningunum. En í Þýskalandi virðist ekki vera þannig. Mér var sagt að til dæmis, ég var að tala við þýskan prófessor, þú bara getur ekki sagt þetta í Þýskalandi, það bara ekki, má ekki. Og það var á Þýskaland á mjög viðkvæma sögu. Það sama að þú verður að tala um Gazasvæðið og Ísrael þar. Bara málfrelsi er mjög mikið undanhaldi og það er bara sorglegt. Í Þýskaland náttúrulega þetta er stórmerkilegt land, velmenntuð þjóð. Það er náttúrulega kannski klikkunin í þessu að þeirra stjórnvöldur okkar á Vesturlöndum er að segja að þeir séu að styðja stríð til þess að verja gildi okkar. Að þá eru þessi gildi okkar ef að þau eru til dæmis málfrelsi og tjáningafrelsi að samfélag verði sterkari því sem að skoðanaskiptin eru öflugri og kröftugri og að við hafum meiri getu til þess að leiðrétta okkur og annað slíkt að það er verið að skrúa ofan að þessu allstaðar hérna. Já, ef við bara lýðræði í Bandaríkjunum er ekki merkilegir en það að stundu vinna fórsetar sem hafa færri atkvæði en svo sem tapaði. Það er ekki nóg að vinna í Bretlandi þá eru 30% sem hefur algjörða meiri hlut á þinginu. Í Frakklandi eru 2-faldar kosningar. Það snýst allt við bara milli kosninga. Ég meina vestræn lýðræði eru kannski ekki dúalega merkileg og málfrelsið og þú sér mér svo NATO-fundurinn sem var haldinn í júlí núna 2024 þá eru miklar ályktanir út af Kína, út af Rússlandi og Íran fordæmt en það má ekki tala um
Gasasvæðið eða Ísrael, það má ekki nefna, og það hefur engin ráðherrar á Vesturlöndum þorað örugglega að segja nokkuð og skapaðan hluti þetta, bara þoraði ekki. Eini maðurinn sem stóð upp og talaði þetta var forseti Tyrklands, og hann þykir nú ekki merkilegt lýðræði og ekki merkileg, ekki mannréttindi að málfrelsi og þykir svona frekar slæmi pappir í Evrópusambandinu, hérna í NATO, en hefur ekki fengið, Tyrkir eru búin að reyna að komast í Evrópusambandið í 25 ár og hefur ekki tekist. Núna hann að tala að fara inn í BRICS til að augra Evrópusambandinu, en þetta aðilinn sem stendur upp og talar fyrir hönd þessa fólks. En þessi vestræni gildir ekki merkilegri en það það þorir engin vestræn leiðtogi að taka til máls, og þetta kallað þjóðarmorð, ég myndi kalla minnst okkur til fjöldamorð sem eiga sér stað á Gassasvæðinu, margir segja þjóðarmorð, þetta er skilgreiningaratriði, en þessi vestræni gildi ekki mjög merkileg, og það óhugnalegt með þetta að stór Evrópusambandsríki sé að segja manni það að þú mátt ekki segja þetta, sko háskólar til dæmis eiga að vera vettvangur skoðanaskipta, og ef þú ert háskólakennari þá ferð ekki að segja fólki hvaða skoðanir það hefur, og þú bara reynir að presentera að koma með alls konar upplýsingar og viðþorf og benda um þessar staðreyndir. En þetta, ekki einu sinni þetta má orðið í sumum háskólum í Evrópu og í Bandaríkjunum það ekki heldur. Það eru einstaka háskólar eins og háskólinn í Chicago sem að stendur í lappirnar, en við erum að tala um háskóli í Bandaríkjunum eins og Harvard háskóla, University of Pennsylvania sem topp skóli, Columbia háskóli og fleiri skólar þar sem að þú mátt ekki lengur, rektorinn verður látið fjúka eða koma fram ykkur ákveðin viðþorf eða skoðanir. Þannig ástandið í okkar heimsmynda, nema hér við rauðaborðið, þú hefur málfrelsi hér til þess að tjáðu hér við rauðaborðið. Ennþá. En svo líka við erum að tala um Úkraínu, sko, að spurning hvað framundan, að Pútín fór líka til Indlands og faðmaði, og þar móti og hann föðmuðist mikið og því var mótmælt í Úkraínu. Síðan fór móti líka til Úkraínu, og það land, sko, náttúrulega Indland ábærslega stórt land, þetta 1,5 milljarður manna, og það land sem mér hefur alltaf fundist að kemur til greina sem aðili sem gæti farið að semja, og má segja það kannski ein framförin í Úkraínu sem maður sér þannig að Zelenský er alltaf farin að tala um friðaviðræður og eitthvað frið, þó að sé líka tali reyndar að það þurfa að handtaka Pútín og gera alls konar hluti við hann, en að semja um frið og Indland dæmi um land, þetta er stórt land að það getur alveg verið hlutlaust, þeir eru hlutlausir, þeir eru í miklum viðskiptasamböndum við Rússland, þeir kaupa olíu frá Rússlandi og selja hana okurverði til Evrópusambandsins núna, og þeir eru í þokkalegu samskipti við Kínverja og mjög góðu samskipti við Bandaríkin, mæta á G7-fundi, þeir eru í BRICS, þeir gætu kannski samið þetta, en það sem ég var að tala um þetta reynsluleysi og þetta fálm Úkraínumanna, þeim eins og það að halda einhverja ráðstefnu í Sviss, þar sem að Rússum ekki boðið, að þetta skuli eiga sér stað svona vitleysa, og það er náttúrulega engin von á samningum þar. Svo er verið að tala um jafnvel að semja fyrir kosningarnir í Bandaríkjunum, og náttúrulega Pútín vill ekkert semja núna, hann vill bara bíða, hann til þess að vera með yfirhöndina, hann að sækja fram og hann vill ekkert semja, en það er þetta, sko, það er eins og Vesturlönd sé ekki tilbúin að beita Úkraínu einhverja leiðsögn, hvað er raunhæft. Og mér dettur eins og Módi sem er forseti Indlands gæti haft einhverja stöðu til þess, en það er ekki, sko, hvað kemur út úr því, ég reyndar held að það mun ekki gerast fyrir eftir kosningarnar 5. nóvember, en allavega er Zelenský farin að tala um frið og eitthvað, og það er náttúrulega líka bara því að hernaðurinn held ég að Úkraína sé að verða búin að vera. Herðu, við látum þetta gott heita að sinni, Hilmar, og óskar bara góður að ferða til Ríka og kannski kemur hérna við í bakleðinni. Aldrei að vita. En við ætlum að snúa okkur að öðru stríði, framundan eru fréttir frá Gaza. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.